Já, hetjudáð helgarinnar fólki í fersku minni þegar að skipurum á sementsflutningaskipinu norska Fjordvik var bjargað giftusamlega suður með sjó og þar var sigmaður landhelgisgæslunnar í stóru hlutverki, erfiðu hlutverki og hann sestur hérna hjá mér, Guðmundur Ragnar Magnússon. Velkominn. Takk fyrir. Aðdragandinn að þessu atviki, hvenær heyrið þetta? Það var fyrst kallaði okkur rétt fyrir eitt nótina. Já. Og þú var vakt? Ég var á vakt og ásamt við vorum 4 aðrir líka vakt. Já. Og við fórum bara strax að undirbúa útkallið og fá safna upplýsingum. Hvað tekur það langan tíma? Það fer eftir bara hvernig útkallið er. Já. Eftir hvað þarf að gera. Og ef það er útkall eins og þetta, sjóútkall og ekki langt að fara, það sem við gerðum þá, við tókum búnað úr vélinni, börur og annað sem við ólíklegt við þyrftum að nota, líka til léttana og að fá pláss. Já. Og þetta TF-Gná? TF-Gná, já. Og flugstjórinn fyrir loftið með ykkur. Þú hlýtur að hugsa veðri á leiðinni? Jú. Við vissum hvaða vindátt var. Hrakviðri? Hrakviðri. Cirka hvernig skipið lá. Þannig að við vissum að það væri þvert á. Og samkvæmt upplýsingu frá stjórnstöðinu okkar, þá voru komin göt á skipið og væri farið að leka. Og áhöfnin var öll komin upp í brú. Og þá fer maður svona að reyna að sjá fyrir sér hvernig skipið er, hvar væri best að hífa af skipinu. Hvað fyrir gegnum hugan? Er það einbeiting? Já, algjör einbeiting. Og bara halda sér rólegum og bara hugsa verkferla og við vinnum allt í verkferlum og þannig að það ætti ekki vera neitt sem kæmi en óvart. Þú ert búin að vera 12 ár hjá Gæslunni. Þetta kemst valla upp í vana. Þetta hlýtur að vera einstakt atvik hvert og eitt. Svona stór atvik komast náttúrulega ekki upp í vana. En það að fara niður í vírnum kemst upp í vana, já. Það er bara, og verkferlanir eru í vana. Er engin beigur í manni á leiðinni á slystað? Jú, maður bara hugsar svona, bara gæta sín. Að maður er í geitn og maður þarf að hugsa það. Já, 3 barna faðir með konu heima, 4 mánaða það yngsta. Það er mikið með það. Takk. Þannig að eitthvað hlýtur nú að fara í gegnum hugann. Já, ég reyndi að opna Facebook gegnum tölvuna í þyrlunni til að senda henni skilaboð að ég var að fara, ég reyna að láta hann að vita ef ég er að fara eitthvað. En við vorum dottnir úr sambandi við flugskilið okkar. En þú reyndir? Ég reyndi. Svo þegar þið komið á staðinn, hvað blasir við þér? Það sem við sjáum að skipið er upplýst og þetta er upplýst svæði. Við sjáum hvernig skipið liggur og það var eins og við byggumst við. Lemst við garðinn? Það er að berjast utan í garðinn og við höfðum samband við skipið og töluðum við hafsögumannin sem var borð og hann var íslenskur og það var þægilegt fyrir okkur að geta talað við hann. Pólverjar aðallega borð, aðru leyti? Pólverjar og Filipseyingar og svo þegar við vorum búin að lýsa fyrir þeim hvernig við ætluðum að gera það þá bara byrjuðu við. Ástandið akkurat þarna, hrakviðrið að aukast eða er veðrið stöðugt? Það er nokkuð stöðugt. Það er mjög slæmt allan tíman í gegnum aðgerðina. Og hvað heitir slæmt? Lemst þá þyrlan í veðrinu? Vindurinn kom svona inn á hliðin á þyrlunni. Við viljum helst hafa hana upp í vind og það er svona erfiðara að eiga við hana á hlið en ekkert ógerlegt. Er hún öll á hristingi þá eða? Já, hún svona gengur svolítið til En það er eitthvað sem við erum alveg vanir svo liðis. Og svo fer vírinn niður? Já. Ef við setjum fyrst tengilínuna niður, og svo húka ég mig í vírinn og fer niður. Fer niður, með annar línu? Já. Og þú lendir þarna í slysi? Þú lendir utan í kassa? Já, þegar ég er að koma niður á dekkið, eða niður á brúaþakið þar að segja, þá það er box þannig ofan á dekkinu, kannski 30 cm og alla kanta, játtkassi. Og bara þegar ég kem það hratt niður að ég næ ekki að verja mig almennilega og fóta mig og ég lendi bara beint á hægri síðu á bóksinu. Og fannstu strax að eitthvað brotnaði? Já. Hvernig var sársaukinn? Það var svona nístandi. En vandist hann, gastu bægt honum burt? Já. Ég náttúrulega láð hana kannski bara örfáa sekúndur og svo komin á lappir ég þurfti náttúrulega að losa mig úr vírnum sem fyrst. En sást ekki þá í hverju hreyfingu eða? Já, svona til að byrja með svo er eins og þetta minki og þetta var bara
fyrst svona velti ég fyrir mig hvort þetta væri bara þyrfti að fá aðra vél eða gera þetta einhvern veginn öðruvísi. En mér fannst það vera óþarfi. Var fyrsta hugsun að bara láta sig hafa það? Já. Og svo kom í ljós hvað, þetta eru 2-3 riff sem eru brotin. Hvernig hefur það? Það bara verður eftir í hvernig ég ber mig, sko. Ég gengum eins og spýtukall og það bara svoleiðis. Þetta jafnar sig? Já. Þegar þarna komið sögu, þá áhöfnin sumsi upp í brú, svipurinn á þeim. Hvernig var hann? Sko það er svona ekki erfitt að lýsa svipnum en þeir voru hræddir. Já. Það var alveg skjálftir. Já. Þannig að voru hann í aðstæðum sem við aldrei áður lent í. Og það þyrla að koma að hífa þá ofan af þakinu á skipinu þeirra og í mjög vondu veðri. Og þeir eru það stjarfir að það þarf að gefa þeim skipanir fyrir skipinu alveg. Þú átt að koma núna. Stjarfir, hvað áttu við? Voru þið bara algjörlega nötrandi? Sumir, já. Já, sumir voru bara með lokuð augun, sko. Það er kannski bara loftarættir í þetta ekki. En Og svo hefst þessi agaða björgun, þú setur 2 og 2 saman. Já. Af hverju? Þá erum við bara það eru færri hífingar og þá erum við fljótari. Og það bara mjög effektíft. Eru skipverjar eins og þessir æfðir í atburðum af þessu tagi? Að einhverju leyti? Nei, það kannski hefur verið farið yfir þetta bóklega með einhvern tíman en þeir hafa ekki verið hýður í þyrlu áður. Já, og þú skipaði henni fyrir á ensku eða eitthvað? Já. Og þeir hlýtu allir? Já. Engin tregi eða efi? Nei, þeir kannski vissi ekki alveg nákvæmlega hvað ég var að meina stundum. En þá bara tekum ára til sem bara startið hérna. Og svo bara fyrir hífinguna þá tala maður og segja að hafa hendurna niður í allan tíman og bara reynir að ná augsambandi. Þetta verður allt í lagi. Allir í gólfum? Allir í gólfum. Og hvernig þeir hífðir upp? Það er annars vegar línan sem þú kemur niður og svo hinn línan sem fest við skipið. Já, línan sem fest við skipið fest í krókinn, þannig að það liggja saman. Og þeir eru sem sagt liggjan fyrir utanum bara sikkot, fyrir hérna undir hendurna á þeim og hérna upp. Og þeir bara hanga saman, þeir hanga bara á móti hvor öðrum á leiðinu upp. En hvernig að velja þá fyrstu og svo hins vegar þá síðustu? Ekkert erfitt að velja? Nei. Þetta kannski spurning sekúndur. Já. Skipið eru veltingi. Skipið eru veltingi, það bara, maður ætlar náttúrulega að ná öllum. Þannig að maður í sjálfu sér ekki að velja í þessum aðstæðum. En eina sem maður velur að skipstjórinn, hann fer síðastur. Það bara svona grundvallaratriði. Og við völdum að hafa lóðsinn, hafsögumann, borðið eins lengi og við gætum af því að þyrlan gat verið í fjarskipti við hann. Það var mjög krúsíalt fyrir okkur. Og gekk þetta snurðurlaust? Já, að mestu leyti, já. Að mestu leyti hvað áttu við? Já, það fyrir utan að ég náttúrulega brotnaði hana og það flæktist aldrei vírinn í neinu. Það mikið að drasli á brúðatækinu sem getur flækst í. Hver megin hættan við svona aðstæður? Veltingurinn á skipinu væntanlega? Já, það sem hefur mest áhrif, Hann er svona ekki fyrirsíður, hvernig veltingurinn er? Sérstaklega því að liggur utan í grjóti og þetta er bara brimskaflar komin. En ef það eru út á sjó og bara laust, þá eru nokkuð fyrirsíðar hreyfingarnar, Og í þessu tilviki var óhætt að standa, óstuddur á þilfarinu? Það var óhætt, en maður þurfti að vera viðbúinn, Og þegar höggin voru að koma, þegar var að berjast utan í þá þurfti maður að standa í fæturna. Og þá hefur komið verkur í síðuna? Já. Mesti verkunum var samt við að halda í línuna og toga og svona, Og svo sérðu fyrir endan á þessu, það hlýtur að vera óbóðslegt þakklæti sem felst í því að ná öllum. Það er það alveg. Það er alveg rosalega gaman. Þakka maður aðri í máttarvöldum? Já, það er svona. Og svo þegar skipstjórinn fer upp? Við fórum saman upp, ég og skipstjórinn. Og hvernig leið honum? Hann var bara mjög feginn, Hann var með sér tösku með skipsgögnum. Og ég var alltaf hvað hann ætlaði að gera með hann farangur og voru að spyrja hann og hann sagði að það væri documents. Þannig að annars tökum við ekki farangur með, Og svo þegar þú kemur upp í þyrluna sem er full af skipverjum og áhöfn og sjálfsögðu, gat hún tekið hennar fjölda? Já. Það stóð tæft, eða ekki? Það stóð tæft, já. Og hún var alveg full aftur í og fram í, eins og hægt var. Og þeir uppi voru búin að reyna að láta þá
dreifa sér vélina jafnt svo að þyngdina væru jafnar í vélinni. Já. Og hvernig var svipmótið á mönnum? Hraktir? Óttaslegnir? Hraktir og óttaslegnir, sumir voru nú bara skelbrósandi, sko. Voru bara skiljanlega. Örugglega bara mjög ánægðir með þetta, sko. Og hvað gerist svo með línuna? Sko, hvernig losiði hana? Sko, ég skildi hann eftir bara niðri. Línuna sem ég föst í vírin. Áður en ég og skipstjórinn hýður upp. Þá skildi ég hana bara eftir að því að það var ekki þorandi á að hafa engan að halda í hana niðri. Af því annars myndum bara flækjast í einhverju og það getur aldrei hætt. Og svo bara flogið heim til Reykjavíkur? Við fórum og lentum á vettvangi þannig í Helguvík og settum það úr þar og við drafum á vélinni og lentum þar og lögreglan suður frá tók við þeim og læknirinn kíkti aðeins á mig og svo fórum við til Reykjavíkur og reyndum að hraða því að hann hafði smá áhyggjur af mér, læknirinn. Hvernig líður sigmanni eftir svona atvik? Er adrenalínið á fullu? Já. Þetta ekki eins og hvert annað starf bak við búðarkassa? Nei, en ekki eins og bak við búðarkassa, en þetta bara, þetta hvert annað starf og maður reynir að hugsa það bara þannig, sko. Og er maður lengi að jafna sig andlega? Það misjast þetta mönnum auðvitað, sko, fyrir eftir í hverju þeir eru að lenda, en eins og eftir þetta, þá, nei, ég læt það nú vera, sko. Menn eru bara nokkuð sáttir með þetta, sko, það er sérstaklega vel gekk og þá, erum við svakalega ánægðir. Veistu hvað þú ert búin að bjarga mörgum á þinni tíð í Landhelgisgæslunni? Nei, en þetta er annað skiptið sem ég bjarga á svona stóru skipi, svona mörgum. Og það voru jafn margir, þannig að ég alltaf var komin í 30 kallar þar. Já, til hamingju með það. Takk fyrir. Veðrið er náttúrulega stóri áhættu þátturinn við Íslandsstrendur við svona aðstæður. Þegar þið getið ekki aðhafst, það hlýtur að vera erfið ákvörðun að taka. Jú, það er náttúrulega svo ákvæðan að taka liggur yfirleitt hjá náttúrulega flugstjórunum og náttúrulega áhöfninni líka. En já, það er vont að geta ekki að því við erum í þessu til þess að koma til að stóða. Akkurat. Hefur þetta oft staðið tæft hjá þér? Já, ég hef farið í skipaæfingar þar sem við þurfum að hætta við. Það sé ég bara hangi í virkni við hliðina og það er bara ekki verið hægt að koma mér borð. Það sækja veika sjómenn. En svo hef ég líka við sambærilegar aðstæður komist borð, sko. Þannig að það er alltaf líka ekki einhvers staðar þar hvað er tæft og hvað er ekki tæft, sko. Og sko, þá lemst vírinn til og frá eða sko þið hafi ekki stjórn á honum? Já, við, náttúrulega eftir að við erum komnir borð, þá er bara gefinn mikill slaki á vírnum á þyrlunni og spilmaðurinn og flugstjórnum, þeir vinna það bara saman að það er alltaf slaki, sko. Og þetta er rosa mikil nákvæmnisvinna hjá allri áhöfninni að allir þessi þrír séu að tala saman og þannig að það sé ekki að gerast. Hvers konar aðstæður er þetta þegar þið verðið frá að hverfa? Er það bara vegna of mikils vinds eða? Ja, alveg sjólag. Það er sjólag og skyggni. Það er svona það sem takmarkar okkur mest. En eins og ég gat sem áðan þá er þetta ekki eins og hvert annar stað á bakvið búðarkassa. Hvernig æfir þið? Hvernig svona heldur þeir við? Við náttúrulega, þegar við erum á vakt þá æfum við mikið. Við fljúum mikið og við hífum mikið og það er það sem heldur okkur við. Það er bara að hífa nóg mikið. En þú þarft að stæla kroppinn? Jú, heldur betur. Það við þurfum að standast þrekpróf 2 ári og vinna í því. Þannig að það er alveg partur af starfinu líka. Ég veit að einhver þarna úti sem er að horfa á okkur spyr sig væntanlega af hverju velum að sé svona starf? Já, það er góð spurning. Ég byrjaði hjá Gæslunni þegar ég var 22 og þá var ég nýbyrjaður í stýrimannaskólanum og þá var alltaf markmiðið að verða sigmaður á þyrlu og bara þetta er skemmtilegt. Er það björgunarlöngunin sem slík? Ég ætla að sé ekki það. Ég er komin af sjómörum í báðarættir. Úr Garðinum? Úr Garðinum, Suðurnesinum og það er nú aldrei neitt sérstaklega áhuga að vera fiskimaður, en það er samt áhuga á sjómennsku. En þannig að þetta hangi ekki allt saman. Og bara sem barn þá var ég teikna myndir af þyrlubjörgunum og öðru slíku og nú er ég bara komið ákvæm sjálfur. Snemma beðist krókurinn. Já. Það má segja. En þú myndist á konuðina hér áðan og börnin 3, það yngsta 4 mánaða. Er henni órótt? Já, nei, eiginlega ekki. Hún veit að
að þetta allt saman innan skynsemismarka sko. Og við leggjum okkur ekki í meiri hættu en við þurfum sko. Og hún veit það bara að að þetta það sem við gerum og hún alveg sátt við það sko. Og en það var gott að koma heim? Alltaf gott að koma heim. Til hamingju með þitt afrek helgina. Takk fyrir. Guðmundur Ragnar Magnússon, sigmaður hjá Gæslunni að segja sína sögu. En hér að afloknum auglýsingum ætlum við að ræða samgönguáætlun sem sitt sýnist svo hverju.